Kári, til hamingju með sigurinn, það mátti ekki tæpara að standa? Nei, þetta var háspennandi sem maður má bara búast við á milli þessara liði í þessari baráttu. Þetta náttúrulega eru frekar jöfn lið og spila frábæran varnarleik og það það sem að leikur þeirra beggja byggist á og ég ótrúlega feginn að hafa náð að vinna þetta. Gekk alveg heldur betur illa í byrjun, hvað gerðist eiginlega þá? Við vorum aðalega bara að fara illa með upplöð tækifæri. Við fórum með 3 víti, við fórum með dauðafæri á línu eða á 6 metrum, tök mjög góð hornafæri. Við vorum að skapa okkur þessi færi en náðum ekki. Guðrún Maríasdóttir, frábær markmaður og bara hálfpartinn lokaði okkur fyrsta korterinu. En við náðum svona einhvern veginn að komast yfir þann að skora fram hjá henni en eins og ég segi, þetta bara hafðist á frábæran varnarleik. Hvað svona helst í spilamennsku þíns liðs gerðist á? Hvað voru þið að gera réttar þá? Þegar við náðum þessu, við svona bara náðum að halda aga í sóknarleikinn og einhvern veginn í varnarleiknum bara fórum við að mæta þeim betur. Við vorum komnar áttum erfiðleika með Ragnheiði til að byrja með og Hulda góð skipta líka þannig að við fórum svona meira að sækja út í þar og það hjálpaði Írisi mikið. Það er Guðrún sem kom með 25 skot í leiknum en samt vinnið, það segir ýmislegt. Já, það segir það og það náttúrulega þýðir það líka. Við erum að ná ágætis færum. Dæmi Lofis að geta komið þessu í 3 og það hefði hjálpað okkur heilmikið. Af 6 metrunum þegar hún verið gríðarlega mikilvæga bolta. Þannig að ég segi það, hún stóð sér frábærlega en við náðum einhvern veginn að spila góðan varnarleik og Íris var fín fyrir aftan. Metur þetta gjörsamlega 50-50 í samanmýrni? Já, ég geri það. Ég held að sé bara þannig að við þurfum að nýta tíman vel núna og hvíla okkur og mæta af sama kraft inn í leikinn á sundan. Það er bara það sem þarf.